Næstilegur dagskrá á Hafnarstræti, endurnýjun á götu til málstegu bæjarfulltrúi Brynjar Þorsteinsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér komin á dagskrá liður 3 í fundargerð skipulagsráðs dagsettri 29. apríl 2026. En þar var lögð fram að lokinni auglýsingu samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 tillaga að breytinga á deiluskipulagi vegna endurgerðar á Hafnarstræti frá Kaupvangsstræti og suður að Drottningarbraut. Á kynningatíma bárust 12 athugasemda bréf frá íbúum og fyrirtækjum á svæðinu, auk umsagna frá Minjastofnun, Norðurorku og umhverfis- og mannvirkjasviði. Hér lögð fram tillaga að umsögnum efni athugasemda sem bárust auk tillögu að uppfærðri breytingu á deiliskipulagi. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að tillaga að breytingu á deiliskipulagi sem nær til Hafnarstrætis verði samþykkt með þeirri breytingu að annað af 2 rútubílastæðum syðst á svæðinu verði breytt í 3 almenn bílastæði, auk þess sem sérstaklega kemur fram að aðstæður fyrir framan Hafnarstræti 87 til 89 skulu skoðaðar sérstaklega í verkhönnun með tilliti til vörulosunar fyrir veitingastæði og hótel. Skipulagsráð leggur jafnframt til við að bæjarstjórn samþykki fyrirliggjandi tillögu að umsögnum innkomnar athugasemdir. Það hefur bæjarfulltrúi Brynjar Þorsteinsdóttir lokið máli sínu, orðið laust. Næstektu máls bæjarfulltrúi Sunna Hlíf Jónasdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta að mörguleyti glæsileg hönnun á Hafnarstrætinu og ekkert út á hana að setja, en ég hef frá upphafi haft efasemdir að við ætlum að fara að keyra rútur í gegnum Vistgötu og eins bara eftir að hafa lesið athugasemdirnar og svörin þá ég ekki enn sannfærð. Ég var alveg tilbúin að setja þetta í auglýsingu en finnst erfitt að samþykkja þetta núna og hefði kosið að við hefðum bara hafið þessa vinnu miklu fyrr og við hefðum komist lengra með hana af því að það mjög brýnt að fara í þessa vinnu strax í sumar. Þar sem að mikil uppbygging hefur orðið þarna. Þannig að ég ætla að sitja hjá, gera mig grein fyrir að það þarf að fara í þetta, en ætla samt sem aður að lesa bókun frá okkar bæjarfulltrúa Gunnari Má. Hönnun Vistgötu í Hafnarstræti að mörgu leyti áhugaverð og ljóst að endurbætur á götunni eru nauðsynlegar, ekki síst í ljósi þeirra jákvæðu uppbyggingar sem hefur orðið þar og mun verða mikil lyftistöng fyrir bæinn. Við teljum þá mikilvægt að útfærslu verkefnisins sé tekið tillit til ólíkra sjónarmiða og að haft sé víðtækt samráð við alla hagaðila, sér í lagi rútufyrirtækin sem telja sig ekki geta athafnað sig vel við þessar aðstæður. Sú vinna hefði að okkar mati átt að fara fram samhliða heildar endurskoðun bílastæðamála í miðbænum sem við höfum ítrekað kallað eftir. Takk fyrir. Þá hefur bæjarfulltrúi Sunna Hlíf Jónasdóttir lokið máli sínu, orðið laust. Næstektu máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti, aðrir bæjarfulltrúar. Ég hef nú ekki hreyft miklum mótmælum gegn þessu skipulagi. Ég var mjög ánægður þegar sleppistæðum var fækkað helming og búðinni sem þarna voru gefin 3 stæði fyrir framann. Einhvers staðar sá ég, fann nú ekki þegar ég var að leita í fljótubræði núna, einhvers staðar sá ég að nefnt að endurbætur á þessari götu, það eru ætti að standa í 2 ár. Ég man ekki betur en þetta hafi verið kynnt þannig í skipulagsráði. Þetta bara klárast í hvelli því að Hilton Hotel ætlaði ekki að opna fyrir búið væri að ganga þarna frá öllu Gosserín og gera það svakalega fínt. Í öðru lagi, svo ég nefni það nú enn og aftur, að hér að ræða ekki það eitt að ganga frá götunni og gera hana fallega, heldur ætlum við einnig að
ganga frá öllu umhverfinu. Við ætlum að gera sómasamlegt við Austurbrú. Við ætlum að semja, ganga frá samningum við íbúa í Hafnarstræti 84. Kannski einhverjir fleiri sem eru í erjum við bæinn út af landamerkjum og hafa verið það lengi. Þetta er allt innifalið, samkvæmt orðræðu allavega í skipulagsráði. Í þriðja lagi þá þetta kemur frá hörðust áttrændar. Ég held við ættum ekkert að vera alltaf að gera allar þessar gælur við hjólríðandi menn. Það er þarna ágættur stígur álengdar, en ég er hins vegar mjög hlynntur því að draga úr umferð Hafnarstrætið og beininni, þennan part þar að segja, og beininni þessi stað út á miklu fjölfarnar í götur. Ég hef litlar áhyggjur af rútuumferð þarna en miklu meiri áhyggjur af því hvað gerist þegar hótelin verða komin á fullan sving. Þá verður eitthvað jarmað út af bílastæðum. Jafnvel þótt að það hafi verið leitt í ljós af ábyrgum aðilum og þarna væru næg bílastæði og má vel vera að það komi á daginn að svo sé og þá er þetta bara gott mál. Meginmálið, aðalatrið er að draga úr almennri bílaumferð þessa götu og þeirri megin hugsun er ég sammála og þess vegna greiði ég atkvæði með þessu og ekki síst vegna þess að við fækkum rútu sleppi stæðum 1, þannig að þau stæðin fyrir að vera 2 þá eru þau bara 1. Takk fyrir. Það var bæjarfulltrúi Jón Hjaltason lauk í máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jana Salome Ingiberga Jósefsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér finnst þetta erfitt mál af því að ég er mjög hlynnt því að við endurgerum þessa götu og mér finnst jákvætt að sjá að ég að gera hana vistgötu og mér finnst þetta líta vel út og finnst þetta fallegt en ég get tekið að einhverju leyti undir með bæjarfulltrúa Sunnu varðandi samráð við aðila og mér finnst þetta hafa svona gengið svolítið hratt fyrir sig. Við kannski bara gleymdum okkur í ferlinu að við þurftum að græja þessa götu með allir þessari fínu uppbyggingu sem á sér stað þar. Hins vegar ætla ég að vera algjörlega ósammála bæjarfulltrúi Jóni Hjaltasyni að mér þykir mikilvægt að stoppstígur fyrir hjólandi umferð sé á góðum stað af því að þegar við erum að hugsa hann sem aðal umferðaræð hjólandi þá tel ég að það eigi að vera greitt aðgengi þar í gegn. Þannig ég tek undir, ég kem til með að samþykkja þetta en ég mun taka undir bókun Sóleyjar Bjarkar í skipulagsráði að ég telji þetta ekki góðan stað fyrir stoppstíg hjólandi umferðar miðbæinn til framtíðar en gengur upp sem tímabundin lausn þar til fjármagn verið sett í hönnun og uppbyggingu stígs á betri stað. Á bæjarfulltrúi Jana Salome Ingiberga Jósefsdóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Ég ætla að biðja varaforsetann að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, ég get eiginlega tekið undir mjög margt sem hefur komið hérna fram hjá bæjarfulltrúum sem hafa tekið til máls vegna þessa máls. Við byrjuðum með, þetta er náttúrulega búið að koma einu sinni og það koma athugasemdir og nú erum við með breytta tillögu. Ég held að hún sé mun betri, þessi tillaga sem við erum með núna. Ég er sammála bæjarfulltrúa Jóni Hjaltasyni þegar að ég sleppa öðru rútustæðinu. Því fannst mér ofaukið og við getum, eins og við kallum í fluginu, slottað inn á stæði ef því er að skipta. Og hvað varðar hjólastíginn, þá fannst mér það líka áhugaverð hönnun að hafa þarna, sérmertan, en get svo tekið undir það, einhvers þar verður hann að vera, þetta er á skipulagi svona og það getur hvort sem það verður tímabundið eða til framtíðar, þá er það eftir að koma í ljós. Við byrjum svona, ég held að sé ofboðslega mikilvægt að vinna þetta verk hratt og vel og 2 ár ég tek undir, ég kom fram hjá einhverjum, að það væri langur tími fyrir þetta svæði. Íbúar þarna eru búin að sýna tölverða þolinmæði varðandi
í kringum þessa uppbyggingu sem hefur verið þarna síðst í götunni og eins rekstraraðilar, þannig að ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur að setja svolítið púður í þetta og reyna að klára. Mér skilst að í sumar eigi að reyna að komast að sigurhæðum eða þar tröppunum og klára svo restina ári síðar væntanlega, eða við höfum náttúrulega stuttan framkvæmdatíma og svo framvegis að vonandi gengur þetta bara vel og vonandi væri hægt, ég myndi helst vilja sjá þetta klárast í sumar. Ég held líka að þú hafa komið til móts við rekstraraðila með vörulósun. Það þarna bílastæði fyrir fatlaða steinsnar frá, þannig að þó það sé ekki alveg í götunni, þá það annað sunnan við, hvað var að kalla bautahúsið eða stæði fyrir fatlaða sem að nýtist þá á veitingastöðunum þarna í götunni. Hvað var það bílastæði, þá hef nýleg skýrsla sem að við höfum nú tekið til umræðu hérna í skipulagsráði sýnir að það ekki vöntun á bílastæðum. Þannig að allavega ekki enn sem komiðir, við þurfum auðvitað að halda áfram að fylgjast með því. Þannig að heilt yfir, þá held ég að þetta sé til mikill að bóta, gatan verði miklu, miklu fallegri, það verði þetta komið til með að draga fólk í göngutúra götuna og á þessa staði sem að reka bæði fyrirtæki og fyrir fólk sem að býra þarna og verður þetta til bóta, þannig að ég mun að sjálfsögðu samþykkja þetta. Það kom bara eftir Höllu Björgvins, orðið er löst. Takk fyrir það, orðið. Ég er náttúrulega stjórn á hundunum síðan, ekki svo verð. Já, takk fyrir orðið er list. Að þessi fleiri hafa ekki hvað til hljóðstöðu sem geta samþykkt, gefum mér ekki. Það eru 9 móti, 2 setja hjá.